Góðir Eyjamenn og aðrir gestir. Kannski svolítið skrítið sko, kona mín vissi ekki alveg hvað ég var að fara að gera hérna og svo sagði ég henni frá því á Facebook í morgun og hún sagði hérna, þetta svona samkoma sem kallar koma þetta saman til að segja hvað allt var miklu betra þegar þeir voru börn. Þetta kannski svolítið þannig, ég veit það ekki. Við förum að tala hvað við vorum duglegir til vinnu og líkt hérna börnunum í dag sem hanga bara í símanum. En það líka dálítið skrítið að koma hérna og fara að segja ykkur frá stað sem að þið þekkið svo mjög betur en við. Þannig ég svona, þessi samkoma áttur nú að vera í október, ég var pínullar áhugað að ég myndi verða mér að fífli þegar ég kæmi hingað og fer að tala við ykkur um þetta. Sko, það líka spurningi hvað maður man. Ég var hérna fyrir, það eru meira en 40 ár síðan og það eru orðnar talsverðar gloppur í þessu. Ég man eftir fólki, en svo get ég ekki alltaf tengt upp við andlitinu og það er ekki hægt að segja sögur af fólki sem maður veit ekki hvað heitir. Það voru sögurnar alveg gagnslausar. En ég var hérna, þegar ég kom hérna þá ég barn. Ég var ekki nema 14 ára þegar ég kom hingað og eins og ég segi, við erum að þessari kynslóð sem raupum af því að hafa verið í gríðarlegri erfiðisvinnu. Ég var í sveit í Dölunum og að girða í rigningu og svo vann ég í blikksmiðju og í byggingavinnu og hérna ég með þessa feikilegu reynslu úr atvinnulífinu og ég alveg að drepa son minn með sögum að þessu. Hlusta á þetta. En ég var hérna 2 sumur, kom hérna 2 sumur, 74 og 76. Seinna sumarið þá var ég komið kærust upp í landi og var einhvern veginn með hugan við það og endaði með því að ég man ekkert svo mikið frá því sumri og endaði þetta með því að afsaka mig með því að pappirnar væri búin að bjóða mér í veiðitúr hérna í hverju. Og hérna, þá var ég að vinna í Eyjabergi og það var rólegur staður Eyjaberg og það voru fáir starfsmenn, ég var þar í frystiklefanum og eins og ég segi, það er algjörlega tíðindalítið en sumur 74 lifir einhvern veginn miklu stærra í minningu minni. Það voru upphæðið því ég kom hingað voru tengsl fjölskyldu minnar við Vestmannaeyjar. Móðurbróðir minn, Jóhannes Ólafsson, sem er læknir og kristniboði, hann kvæntist Áslaugu Johnson, sem er ein af Johnson-systkinunum, sem settu nú Johnson-systkinunum, ég segi ekki Johnson, Johnson-systkinunum, sem settu svo mikið svip á lífi hérna í Eyjum á síðustu öld. Súli og Imba og Svala og fleiri. En í gegnum þetta, og Áslaug og Jóhannes urðu kristniboðar í Eþíópíu, í gegnum þess að urðu gríðarleg tengsl milli fjölskyldunar minnar sem bjó á Ásatagötu 13 í Reykjavík í húsi sem afi minn byggði og þessa fólks hérna í Vestmannaeyjum og þau voru bæði bara svona vínartengsli, þau voru líka svolítið í gegnum trú að margt af þessu fólki hafði áhuga á trúmálum og það var trú á heimili afa míns og við hérna svo gís hérna nótt í Vestmannaeyjum og gosið náttúrulega stóri viðburðurinn hérna í æsku hjá okkar, þetta var stóri viðburðurinn á Íslandi og ég var í fyrsta bekk í Hagaskóla og vestmanningarnir fóru að streyma í land. Það komu held ég 3 eða 4 börn úr hérna Vestmannaeyjum í bekk hjá mér og sumir urðu nú vinir mínir fyrir lífstíð og svo streymdu Vestmannaeyingarnir líka í húsið hjá afa mínum við undirleik Eyjaþáttarins í útvarpinu sem við minnum eftir og Stefsins eftir bræðurna, blokkflautu Stefsins og hérna þau settust að í húsinu hjá okkur Svala Jónsson, hún var elst af Jónsson-systkinunum úr Suðurgarði og maðurinn hennar Ólafur Þórðarsson og þeim fylgdi gríðarlegur fjöldi fólks og það var stöðugur gestagangur í húsinu og líf og fjör og þetta var eins og félagsheimili, allt í einu breyttist þetta hús þarna í rólegu hverfi í Ásatagötunni í félagsheimili Vestmannaeyinga. Þetta var ótrúlega skemmtilegu tími. Ég man reynda sérstaklega eftir Elíasi Bjarnhéðinssyni sem geta alveg svo vitleysingur út í garðinum. Hann var barn á þeim árum. Og hérna, en við fengum þarna eins og brota Vestmannaeyjum í Vesturbæinn og það var alltaf allir velkomnir heitt á könnunni, það voru opnar dyrnar, þetta engum mjög að læsa og
Þetta var líka frábær tími á Íslandi, sko, samstaðan sem ríkti á Íslandi á mánuðin eftir gos var alveg stórkostlega og ég held að þetta sé svona bjartasti tími þó að þetta hafi verið hörmungaskeið í sögu íslensku þjóðarinnar í raun og veru. En svo fóru þau aftur tveggja, Óli og Svala, og systir mín Halla var bara 10 ára, hún var eins og handgengin þessum Vestmanningum og hún fekk að fara með og fekk sko lögreglu undanþágu til að fara og vera með þeim því að gosið var varla búið og það var rétt byrjað að hreinsa hérna til. En árið eftir var sem sagt ég kominn út í Eyjar til að vinna í fiskiðinni og til að gista hjá þeim Sölu og Óla. Sko, ég var 14 ára og ég hef alltaf aðra reynslu en sko Andri og Bubbi að ég var hérna sem sagt með fólkinu hérna. Ég var ekki í verbúðinni. Ég var líka bara lítill til að vera í verbúðinni. Ég er ekki hérna og ég saknaði þessu sem ekki mikið að hafa ekki verið í verbúð. En það er verið að, nú sé ég að það er verið að rífa fiskiðinn og Ísfélagið. Þetta er náttúrulega tákn bæjarins þessi hús, þessi stóru miklu hús, en mér er nú sagt að steypan í þeim sé ónýt þannig að það sé ekki hægt að lappa upp á þau. En mér verður alltaf starfsýnt á fiskiðinu þegar ég kem hingað og verð að segja eins og að þessi staður og þessi tími hafði áhrifum og svona áhrif sem hafa svona, ég verði að skilja betur eftir því sem ég eldist. En sko, verbúðin var náttúrulega sérstakur staður hérna, það er ég sko kann ekki að segja þessar sko sögur af mönnum sem voru með Delirium trefn sem ég man eftir vinnufjölugum sem voru að kaupa áfengi fyrir helgarnar, hérna kassa af Tindavodka, það var ekki Tindavodka það var ekki frá og hérna Christian Brothers hvítvín sem var, Tindavodkana var skólað niður með Christian Brothers hvítvín og svona þegar þetta leið hvernig það staulaðist ég til vinnu á sko eftir helgarnar og svo heyrði maður sögur að því hvernig Stebbi Run sem var yfirveistur þurfti stundum að fara þarna upp og hreinsa til þegar sko þetta gekk fram af öllum lífið sem var þar en ég var sem sagt í Suðurgarði með Vestmanningum og kynntist þar þessu eyjalífi, þessu gamla eyjalífi fór í Sölvafjöru og var að reyta lunda sem er svona frekar óþreifanlegt verk Svala notaði lundan í sængur meðal hana sem hún bjó til svo sigldi ég hérna eyjarnar á gummibát með þeim manni sem ég dáð mest dagana nokkur tíma og það var Árni Sigfússon hann var 3 árum eldri ég hávaxinn og leit út eins og grískur guð og hérna hann var hús hann var að passa upp á var það skátaheimili sem hann var að passa upp á hann var sonur Sigfúsar Jónsson og hann var góður við mig og ég elti hann á röndum og svo var náttúrulega fólkið í Suðurgarði ég held ég hafi nú valla í aðra tíð borið ég mikla virðingu fyrir neinu fólki og fólkinu sem ég kynntist í Suðurgarði. Ég veit ekki hvort þið munið eftir Óla Þórðar en hann var alvöru maður, svona alvöru kallinn, hann var með mjög ráma rödd, hendurnar á honum voru alveg svo hrammar, hann var fílsterkur, hann hafði náttúrulega slarkað, hann var túrakall, var í AA, stundum misti hann sig og kom þá í bæinn og kom heim til okkar en sko þegar ég heyrði Óla vakna á morgnana á hæðinni fyrir ofan sem ég hérna vaknaði alltaf kl. 6 á morgnana þá spratt ég á fætur, ég ætlaði ekki að láta þennan mann taka mig í bólinu en ég var í þetta og Óli var merkilegur maður, hann var vinstri sinnaður sko, hjarta hann sló bara með alþýðinni en annars held ég að allir í Jónsensfjölskyldunni hafi verið sjálfstæðisflokk og Ylba var náttúrulega framákona í sjálfstæðisflokknum og Árni, sonur hennar, blaðamaður á Morgunblaðinu og hann kom í heimsókn og þá fóru þeir Óli að rífast pólitík sem var mjög áhugavert en Óli hafði sko verið í siglingum í stríðinu held ég og gott ef hann hafði ekki lent í sko hrakningum á hérna skipbroti og öðru en þetta var alveg einstakt fólk Svala, glöð og góð og hlý mjög hláturmillt og reykti óskaplega mikið sígarettum eins og allir á þessu heimili það var reykt og svo var þetta til heimilis líka gömul kona og ég kannski man einhver eftir henni hún hét Nýja Árný, sko hún var líka ásáttargötunni pínlítið kona með störfót hún gæti verið hræðilega skapstygg en hún var vel hægt og gulli man ég og ég þurfti nú bara að googla það hérna í áðan að Nýja hét Árný Sigurðardóttir
og við skulum minnast hennar. Hún var svona einhvers staðar á milli þess að vera fjölskylda og vinnukona, en bara kona sem hafði einhvern veginn dagað upp á þessu heimili. Ég hafði alltaf tilfinningu að það væri eitthvað mikið saga á bakvið hvernig hún kom, en ég þekki hann ekki, eða ég sennilega bara búin að gleyma henni. En þetta var alveg stöðugur mannfögnuður í Suðurgarði, og það var, sko, maðurinn hans gaman var þar mottóið, alveg örugglega. Það var alltaf setið í eldhúsinu, þar sem var þessi stóra, mikla eldavél, og fólk kom þarna og fór, og ég einhvern veginn, mér finnst að þetta hafi verið alveg ótrúlega mikilvægur staður, svona eins og bara eina svona miðjum alheimsins hafi verið þarna í Suðurgarði hjá þessu ferskalega gestrisna fólki. En það voru Óli og Svala sem að útöðu mér vinnuna í fiskviðinni, og þá komum við að Stebba Ungverja sem að fyrirlesturinn kenndum við. Hann bjó í Norðurgarði og við vorum að segja mér í gær að Stebbi hefði verið mikið glæsimenni og hagur á marga hluti. Ég áttaði mig svo sem ekki á því því ég var 14 ára, en ég fekk far niður í fiskviði og pallinu hjá Stebba, og maður stóð aftan á pallinum og hélt sér í á gamla vörubílnum, en hann var flóttamaður frá Ungverjalandi og hafði komið hérna eftir uppreisnina 1956. Ég byrjaði á flögunarvinum í fiskviðinni, ég var 14 ára, og það var ótrúlega mikið á opnum hnífum, því ég hugsa það sem snerust alveg, og að maður skulle vera með allar hluta eða bara hendur, eiginlega alveg kraftaverð eftir að hugsa, sko, endanum, ég byrjaði á róðflutningunum, og endanum hafði ég náð að vinna mig upp í gegnum hausingavélina, og svo loks upp í liftuna, þar sem að ég þurfti bara að íta að takka til að panta fiskinn með annar aðgerð. Það var rosa gott, það var nefnilega einum og rólegt, en sko, þetta var dálítið hættulega vinna og mikið hávaða og svona háskalega vélar, og þess vegna minni mig að, sko, að það var 20 mínúta pása á hvern klukkutíma. Jú, það var lögbúið. Annars bara, sko, dáleitist fólk og hendir fór inn í vélina. Þannig að það voru alveg endalausir kaffitímar, og það var setið inn í... Ég svo spart? Já, þú veit það. Og það var setið inn í kaffitímanum og kjaftað. Og ég meni, ég var náttúrulega bara nánast ósýnilegur þegar ég fyrir svo lítill, en þarna hlustaði ég á samtal fólksins, og þetta var náttúrulega tími verbúða fólksins og verbúðurnar. Og það vissi ég náttúrulega ekki að þarna var maðurinn sem átti eftir að gera þetta ódöðlegt í lagi og ljóði, Bubbi Mortens, vinnufélagi minn í fiskviðinni 1974. Við sátum hérna áðan, töluðum saman hérna niðri, og ég sagði stundar að Bubbi, þú ekkert breyst. Og hann talaði óskaplega mikið, hann var mjög fyrirferðarlega hávær, og hafði gaman að segja sögur af slagsmálum. En hann var þarna, ég var þarna við uppsprettulindir Góanuróksins, en hann var einstakur á Bubbi, og ég veit ekki hvað, Bubbi segir einhverja sögur af þessum árum, hann hefur náttúrulega miklu meira frá að segja mér. Ég held sko samt að við höfum báður náð að vera skotnir í sömu stelpunni. Hún hét Guðfinna, og hún var mjög hávaxin, og með hrokkið hár, og ég held hún að vera utan að Nesi og kom inn í verðsbúð, sett þetta Nesi. Kjörn í Stælinni. Það nefnilega það sem ég ætlaði að fá botnin í það, sko. Og ég sem sagt var, ég átti alltaf líka enga séns, bara pínu lítill, og hún var svo mikið töffari, hún hafði fermst í kjólfötum af kalli, svona mörgæsafötum, og Bubbi, eins og ég frétti að þá átti Bubba að fara með henni upp á Heimaklætt og reynda að ná henni þar, og ég hef vel sagt að það myndi kasta sér fram á og ég reynd allt, en það gekk ekki vegna þess að það var annar maður sem fékk hana, og nú er komið ljós að það var Hjörleifur. Við skulum ekki koma eftir henni. Hjörleifur Sveinbjörnsson, sem var að vinna hérna. Eiginmaður Ingibjargar Sólrúnar. Svona, ok, þetta kom það. En ég svo sem, sko, hann lifði þessu félagslífi Bubbi, en ég bara horfði á hana fjarska og lét mig dreyma. Svo hitti ég hana opbúslega mikið löngu síðar, og þá hefði ég kannski átt síðans, en þá var hún bara ekki að spennandi. En ég var svona í þessu, svolítið á mínu róli, sko. Ég drakk náttúrulega ekki og reykti ekki og tók ekki þátt í neinu skemmtanlífi. Óli Þórðar átti mikið af svona sæferðasögum og sögum af svaðilförum,
og ég las þetta allt upp til agna. Það voru, á þessum árum voru bíósýningar og bíóið var, og ég með fullir virðingu fyrir hvítasunnursöfnuðunum þá finn ég svolítið leiðilegt að bíóið skulle ekki lengur vera bíó og stundum fór maður sko tvisvar á kvöldi í bíó og stundum var ég svolítið einmana og dreymdi ég vel á nóttina að þeim lagst af ferðirna milli Eyja og lands og það yrði aldrei farið framar og ég get svarið það að mér dreymdi þetta stundum ennþá í þessi stattur hérna það sem búið að loka öllu og hérna Jú, og þú veist, ég fór í kaffi til Imbu Jónsson. Það var nú einn attraktion að fara í kaffi til Imbu Jónsson sem var þá hérna niður í bæ og var mjög fín kona og óbóðslega gestirinn eins og allt Jónssons fólkið. Vassbúskapurinn í Eyjum var náttúrulega hræðilegur á þessum árum og ég held að ég var farið í bað einu sinni í viku. Og þá fór ég niður í bæ til ættingja þeirra fólksins í Suðurberg og fékk að fara í bað. Ég var hérna þegar Sundlaugin opnaði síðan. Það var líklega 2 árum síðan. Og ég held ég að bara verið hérna í Sundlauginu fyrsta deginu. Helstu vinir mínir hérna voru Helgi Ólafsson, skákmaður, hann var sonur hans Ólafs sem var í Útvegsbankanum og Lárus Jakobsson sem var íþróttafrömuður, stofnaði pollamótin og dó fyrir aldur frá mig og var mörgum harmdauði, góður drengur. Það voru ekki margir staðir til að fara á, það var bíóið og tótaturn og svo birtist nú strákur hérna sem var í bekk með mér í Hagaskóla og hafði orðið fyrir hræðilegu einelti, bara einhver eineltaðasti maður í Hagaskóla og við erum vinir og mér einhvern veginn svo ánægði með að hafa verið einhvern veginn með honum þetta sumar og ekki verið vondur við hann, eins og allir aðrir í mínum bekk voru allir vondur við hann. En þetta gekk alltaf mjög mikið út af vinnuna og ég hafði nú mjög svona litla sjálfsvitund á þessum árum og vissi ekki alveg hver ég var og það var nú ekki fyrir síðar að ég skildi að ég hefði verið mjög duglegur og góður starfskraftur. Og það einhver samvinsku sem ég á eiginlega púritanism í mér sem og held ég komin frá trúboðakyninu sem ég af. Og ég held ég hafi reynda notið þess því að þegar fiskinn þraut þá var ég valinn í verkefni svo að þrífa, ég var einhverja viku að þrífa upp á þaki fiskiðunar og svo fór ég í uppskipun og var að stapla kössum í lest 14 ára gamall. Og það var mörgum ára síðar ég var á landsfundi Sjálfstæðisflokksins sem blaðamaður og þá hitti ég Stebba Runn sjálfan. Sko, mér fannst það alveg guðum líkur að Stebbi Runn þegar ég var að vinna í hann var svo hátt uppi og hann var svo strangur og eitthvað svona og maður var svolítið hræddur við hann en þá við tókum tal saman og ég var þá orðinn þekktur sjónvarpsmaður og ég, þú veist, ímyndaði mér ekki að Stebbi Runn þessi fjallagi maður myndi eftir mér. En hann sagði við mig, helvíti varstu duglegur þarna þegar var strákur í fiskiðinu. Og ég bara enn þann dag, ég hef alveg sko bliknað og glánað, enn þann dag í dag finnst mér þetta að vera bara besta hrósing ég hefði fengið. En ég hefði alveg viljað fá það svona 30 árum fyrir. Ég vissi ég hefði einhvern veginn að gert eitthvað fyrir sjálfsmyndina mína. Það var enginn að segja mann að maður verið duglegur. Maður bara fór í vinnuna klukkan 7 hérna og var búinn klukkan 7. En svo kemur líka hræðileg játning. Og þó ég hafi verið 2 sumur í Eyjum, þá hef ég aldrei verið á þjóðhátíð. Nema bara dagpart sem fréttamaður. Sko 1974 var líka haldin hátíð í Reykjavík út af hérna 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar. Hún bar upp á sama tíma á þjóðhátíð hérna. Og ég liti ekki látið fyrir ég fekk að fara í bæinn til að vera með vinum mínum á þessari samkomu. Ég var búinn að vinna mikla yfirvinnu og átti fullt af pinn, fyrsta skipti á ævinni. Og ég ákvað að fatta mig upp. Og ég fór hérna í fatabúðina, hvað hérna fatabúðin sem var þá hérna aðarbúðin? Já, og ég keypti skyrtu sem var grænköflótt með svona óbúslega stórum krögum. Tvítbuxur sem voru allar útvíðar, alveg ekstra og niður. Og svona plankaskó. Og svo yfir þetta keypti ég peysu með svona skákborðsmynstri. Þetta var hræðilegur klannaður. Og það ekkert við fólk sem setti föt í Eyjum að eiga. Þetta var bara tíska þess tíma. En svo kom ég nú lítið til Vestmannaeyja í langan tíma. Það engin sérstök ástæða til þess, fyrir því en
Svo hef ég svona síðustu ári farið að koma hérna dálítið mikið aftur, staðurinn togar í mig og mér finnst afturlega vænt Vestmannaeyjar og vænt það að vera hérna og kynnst fólki. Mest af því ég bara dáið, það verður bara að segjast eins og er. Og ég segi nú útlendingum sem að koma hingað þeir eigi bara að drífa sér til eiga, þetta sé flottasti staðurinn á Íslandi, einstæðasti staðurinn á Íslandi og ég var með útlenda vini upp í landi bara fyrir hálfum mánuð og ætlaði að koma með á hingað en þá var ekki seitt í Landeyjahöfn. Ég bý nú sjálfur í 101 og það er nú alltaf verið að tala um að það sé svo mikill rígur milli fólksins þar og Vestmannaeyinga og ég lendir stundum bara svolítið á milli. Ég stundum að bera blaka Vestmannaeyingum og svo ég að bera blaka 101 við Vestmannaeyingum og þannig að það er svona eins og það er en Vestmannaeyjar eru frábær staður en Vestmannaeyjar eru nú að breyta svolítið 101 er það ekki? Veitingahúsin og kaffihúsin ég er ekki orðið svolítið eins og 101 og meðan sko í Reykjavík þá erum við með alveg svakalega stóra fiskihöfn líka en ég þakka ykkur fyrir það frábært að við fá að vera með ykkur og bara að við skulum hafa fjölmenn svona, það er æðislegt